Þessari sterkt stig gegn Frökkum og hlýtur að vera ánægður. Já, klárlega. Flott frammistaða á liðinu í dag og úrskorum jafntefli sem að vonandi geti gefið okkur mikið þegar við gerum upp alla þessa leiki í lok nóvember. Þannig að ánægður með frammistöðuna. Við vorum í kjörstöðu í hálfleik kannski að ná að vinna leikinn, en þeir sýndu að þetta er ekki djóklið og þú þarft að vera onnit í 90 mínútur til þess að eiga séns á að vinna en við sýndum karakter aftur á móti. Við lendum 2-1 undir að koma tilbaka og jafna leikinn og vorum mjög professional eftir það og sáum leikinn út og tókum stig. Hvernig var svona baráttan milli þín og Mateta senterinn? Erfiður? Já, alveg ógnarsterkur náungi, flottur leikmaður og ég held að hann sé að bara spila eina sínu fyrsta landsleiki núna, þannig að sýnir hvað þeir hafa mikið úr leikmennum að velja og þetta eru bara að koma leikmenn inn þarna í sama gæðaflokki og þeirra þeir skipta út, þannig að bara gaman að eiga við hann og bara flott frammistaða á strákunum og sýndum það í dag að við þurftum að söffera aðeins og liggja lágt á vellinum og við getum gert það líka. Það vantaði kannski það í leikinn á föstudaginn þar sem að þegar það komu mómenta sem við þurftum að verjast í kringum bóksið þá vorum við ekki með nóg mikla einbeitingu og fókus í þeim mómentum sem að gera það verkum að við töpum þeim leik sem að var algjörlega óþarfi og það síður ennþá en sterkt að koma tilbaka þetta og sína þessa frammistöðu og sækja stig og vonandi, eins og ég segi, mun það hjálpa okkur í lokin. Svona mörkin sem við fáum á okkur, komum með 5 minútna millibili, hvað fyrst að gera þar? Fyrsta markið er eiginlega smá transition mark, bolti kemur bara inn fyrir hérna og við erum í smá eltingaleik og hann alltaf bara, gerir vel. Og síðan í öðru markinu kemur bara, eiga er bara frábæra kross sem endar hérna á milli varnar og markverðar sem er erfitt að eiga við og hann er fyrstur á boltan og þeir eiga örglega, ég veit ekki, 20-25 krossa sem við díluðum við í dag og það var eitt sem endaði hérna og það er bara svo það er, en ég hef ekki séð mörkin þannig að bara eins og ég segir, þessi görð þurfa lítið svæði og lítið tíma til þess að sína sín gæði og þeir ressu okkur 2 skipti í dag. Það var mikið högg að lenda undir gegn Frökkum, hversu bara mikilvægt var að snúa þessu að jafna strax aftur? Já, klárlega, við höfum sýnt það í þessum leikjum að líka á föstudagskvöldi þá vorum við 3-1 undir og komum tilbaka og kannski á þeim momenti í þeim leik þegar við erum komin tilbaka þá sýndum við vorum við kannski aðeins naív í okkar nálgun og kostum leiknum frá okkur með einbeitingarmistökum og svona þegar við hefðum kannski átt að sjá leikinn út og við komumst tilbaka í leikinn í dag og vorum upp professional eftir það og fannst þeir ekkert eiga færi eftir að við jöfnum, þannig að það var gott að við gátum sýnt okkur á sjálfum að við getum gert það líka og það með þurfa á ákveðnum mómentum í leikjum að söffera aðeins og verja bóksi. Þrátt fyrir að fá okkur 2 mörk, varnarframmistaða bara frábær? Já, bara frá öllu liðinu, þú þarf það bara, mikið hlaup og djöfulgangur og ná við skilur, sérstaklega í seinni hálfleik það náðu að pinna okkur neðarlega á völlinn. Í fyrri hálfleik kannski náðu að stýra leiknum meira þegar við erum með boltan og svona og eins og segir þeir skapa sér. Þetta er bara eitt færi þannig alveg í lok fyrri hálfleiks sem kemur upp kross bara, en í seinni hálfleik þá föllum við djúpt þarna og það er erfitt að komast úr því í mómentum og erfitt að halda í boltan og þeir verið svo neðarlega og þeir ná að læsa okkur svolítið en við erum ennþá bara að læra sér lið og við erum bara svona að ná okkur tökum á okkar leikstíl og hvernig við viljum spila og við sjáum batamerki með hverju leiknum á ýmsum sviðum, þannig að við erum að þróa sér lið og vonandi verðum komnir ennþá lengur í nóvember þegar skiptir sköpum. Og ef við ætlum okkur á HM þá þurfum við svona stórar frammistöður, ekki satt? Já, klárlega, það er svoleiðis. Við sýndum flotta frammistöðu líka öðruvísi á föstudaginn, við vorum frábæra með boltan og sköpum mikið af færum en síðan var þetta eins og ég sagði að þessi einbeiting þegar við þurftum að verjast og það þarf báðar liðar í fótbolta þegar þú ert að spila við þessar þjóðir og þetta kalibra leikmennum að þú getur ekki gefið þeim smá svæði eða á ressa þær og okkur að ressa harðlega á föstudaginn, en við vorum meira onnit í dag og sýndum okkur sjálfum eins og ég segi að við getum alveg gert það og það er mikilvægt líka. Takk hérlega.